Heimarafstöðvar knúðar með vatnsafli. Út um allt land eru ótrúlega áhugaverðar minjar sögu heimarafstöðva. Ég heiti Þórður Boga, við skulum skoða saman. Það er ekki langur gangur í þetta sinn frá bænum Fossar að heimarafstöðinni. Hér virðist vera nægilegt vatn og fagurt umhverfi. Hér er inntakið fyrir túrbínuna en stíflan hún er hérna nokkru ofar í brekkunni. Hún er svolítið sérstök í laginu, ég hef nú ekki séð þetta áður. Það kemur svona skúffa inn við hlið stífluvegsins og inn í þessari skúffu eru göt fyrir rörin inn í rafstöðvarhúsið. Við kíkjum inn og hér er rafallinn ennþá, en túrbínan hún er ekki lengur viðstödd. Rafallinn lítur nú bara nokkuð vel út og gæti virkað og þessi flotta rafmagnstafla. Jú, rafallinn, danskur að sjálfsögðu. Það hefði verið gaman að sjá túrbínuna og rörin sem voru hér áður. Það hefði verið magnað. Nú á vef Orkustofnunar er þessi heimarafstöð síðan 1952. 14 kW Francis túrbína. En í bókinni Dynskógar stendur Arnardrangur í landbroti, 15 kW skrúfa og reist og smíðuð af Eiríki Björnssyni í Svínadal, einnig árið 1952.